Við þurfum að laga til veggina í húsinu áður við förum að setja inn innréttinguna. Ég búinn að setja inn á eitthvað sem heitir aukaupplýsingar málasetninga veggja í eldhúsi. Opnið hana og þá lítur hún svona út. Og hérna sjáum við hvernig skipulagið miðað við innréttinguna sem við ætlum að setja upp. Við kíkjum aðeins á módelið sem við erum með. Svona. Og ég tek hérna ég hætta þakki hérna þess að kíkja inn í þetta. Ég ætla að sýna ykkur hvað það gerast. Þá eldhúsið svona í dag. Það sem sagt Þið sjáum hvernig eldhúsið hérna. Það gerum grunnmyndina og sjá þetta betur. Við erum með einhvern vegg hérna. Og við erum með eitthvað pláss hérna fyrir innréttingu. Þetta stemmer ekki alveg við það sem við ætlum að gera. Við sjáum hérna. Við sjáum muninn á þessum teikningum hérna. Hérna ætlum við að hafa 3220 mm langa vegg, eða 320 og það 750 eða 0,75 hérna, þessu duppur hér. Svo ætlum við að búa til eyju og við ætlum að taka niður vegginn sem skilur á borðstofunum og eldhúsinu. Við ætlum að opna þetta meira. Og það sem við ætlum að gera, við ætlum að eyða út þessum hérna vegg. Hann bara fer alveg. Delete. Og þessi hérna veggur, þeir eru náttúrulega pinnaðir, sagði. Þannig að hérna, ef við ýtum á A-pinnuna, þá getum við fært vegginn sem nemur þessu bíli hérna sem við ætlum að hafa þetta, sem sem hérna 1288. Svona. Og það fínt að setja málsetja þetta aðeins upp til þess að átta sig á hvort maður séu réttri leið eða ekki. Sjá þetta svona, 1288 komur rétt hérna. Og svo vantar okkur stubb hérna þá á móti og ég tek hana hérna vegg. Ég spegla hana bara yfir til að byrja með. Og editera svo málsetninguna hérna, setja hana hérna og hér. Svona, kíkja svo á málsetninguna hinum megin, það 3220 sem þetta að vera. Og smelli hérna og ég fæ eitthvað mál hérna, segja hérna 3220. Og hérna kemur eitthvað viðvörun, hérna stendur not in closet hérna, þessu borðstofan. Það sem að gerast hérna að þessi rúmlína sem hérna, separation, þú getur tekið hana og trimma hana saman. Trim extend, trimmu þessa og þessa niður saman. Nei, það dugir ekki, það eitthvað meira að gerast hérna. Ég fann út af því, það sem að ef við smellið á hérna merkinguna þá sjáum við herbergina fyrir utan. Ég veit ekki hvað þetta skeið. En við drögum það einfallega hérna, þá kemur þetta borðstofan and closet. Þannig það. Síðan viljum við hafa, þessi veggur svona uppsettur núna og þetta steypti veggur, við erum ekkert að breyta honum neitt. Þannig að við viljum einfallega bara draga þennan hérna og kinga hérna. Svona. Og þá sjáum við það að við þurfum við erum búin að smíða utan gamla vegginn. Þá eru þessi veggir komnir. Og ef við kíkjum aðeins á teikninguna, þá sjáum við það að þegar við förum að raða síðan upp skápunum, þá viljum við hafa, hérna við koma 3600 skápar og síðan skápur fyrir ofnin og skápur fyrir ísskápinn. Og síðan kemur eyjan hérna og hún þetta borðplata ofan henni sem 3220 m lengd og 900 á dýpt. Þannig að nú ætti að vera búin að stilla alla veggi og þá er möguleiki að fara að raða einu sem sagt innréttingum.